að hún sé uppbyggileg og uppbyggileg og skýr. Að fá að vita hvað maður er að gera vel og hvað ekki, til að þú í rauninni sjáir hvað það sem þú ætti að nýta þér úr náminu og ekki í rauninni. En einhvern sem slík skiptir mig endilega ekki máli, heldur meira að hvað það sem ég þarf kannski að leggja meira áherslu á, eða einhvern veginn hvað það sem er að gera vel. Oft það hvatningin sem slík sem skila líka árangur, finnst mér, að þú ert í rauninni að þú ert að gera eitthvað rétt. Mér finnst mikilvægast að vita hvað ég mætti gera betur og líka hvað ég er að gera vel. Mikilvægt að vita hvað ég stend með hérna. Að hún gefur manni eitthvað efnislegt það hvernig manni gekk, eitthvað efnislegt það hvernig hægt að gera betur, ekki bara það vantaði aðeins upp á dýpri skilning þarna. Heldur eitthvað sem maður getur unnið með, að maður getur labbað út af prófsýningu eftir endurgjöf eða labbað út úr yfirferðið verkefni og hugsa ok, ég ætla að gera þetta næst. Já, það bara eins og ég segi að hún komi áður en hún kemur að næstu skilum, áður en hún kemur að lokaprófi, að hún hún bara taki tillit til þess hvað hefði mátt betur fara. Mikilvægast við endurgjöf að geta lesa eitthvað úr henni, að hún sé til gagns. Því að við erum hér til þess að læra og bæta okkur og það segir mig lítið ef ég fæ bara einhverja tölu á blaði. Ég held að það sé líka bara að það sé persónulegt og það sé auðvelt að sjá hvað maður er að gera rangt og til þess að geta bætt sig næst. Mikilvægast hreinlega að fá að vita hvað þú hefði mátt gera betur. Það svona það sem ég fæ mest út úr þessu. Þegar kennarinn bendir manni á hvar maður fór á mis, hvað hann hefði viljað sjá að maður gerði. Svo mikilvægast að hún taki það sem að hver einn einstaklingur er að gera vel og illa. Þannig hún miðir svolítið að einmitt bara persónunum sjálfum og námsmörunum. Að maður fái ekki bara einkunnir fyrir verkefni og próf, heldur líka einhverja umsögn með. Mér finnst að endurgjöfin ætti að vera uppbyggileg og gagnrýnin, svo ekki maður getur bætt sig í náminu, en ekki fá flott og broskall. Það hlýtur að liggja beintið, þú getur ekki vaxið sem nemandi einstaklingur eða starfsmaður öðruvísi en að fá einhverja uppbyggilega gagnrýni frá einhverjum sem veit meira en þú sjálfur. Ég meina, aðrir eru kannski spegill á mann sjálfan, svo svo maður viti bara hvernig maður er að standa sig og hvernig maður, stendur sig í náminu. Við verðum bara að vita hvernig við stöndum okkur í námi og það er bara afskaplega mikilvægt að vita hversu fær nemandinn í námi sínu. Oft finnst mér gjáin á milli nemenda og kennar oft svo mikil og kannski það fjöldi nemenda að það er ekki hægt einhvern veginn að ætla í rauninni minnka þessa gjá á milli. Mér er svolítið skrítið að tala um orðið gjá, þetta er eitthvað svo mikið notað í dag, en að minnka bilið á milli nemenda og kennara. Og endurgjöfin gerir þetta oft á tíðum eins og ég er að hugsa þetta, kannski persónlegra, og í rauninni skila það sér meiri hvatningu, þá kennarinn eða leiðbeinandinn eða sem slíkur getur komið efninu og sjálfum ábendingunum betur til skila og maður er móttækilegur fyrir því sjálfur. Það skiptir mann svolítið máli að einhvern veginn að allan eins og í mínum geira að þroskast með náminu í gegnum verkefni sem slík og þá skiptir endurgjöfin eiginlega öllu máli. Endurgjöf skiptir máli vegna þess að með endurgjöfin fær maður tækifæri til þess að bæta sig. Þannig að við verum betri námsmenn og á endanum þá betri fræðimenn. Hún skiptir máli bara svo ég geti bætt mig í mínu námi. Endurgjöf skiptir máli af því að hún er í raun okkar eina tækifæri til þess að fá að heyra frá kennarinu hvað maður er að gera rétt og hvað maður má gera betur. Þú færð ekki að heyra það með þú setur fyrirlestra. Þú færð aðalega að heyra það þegar þú skilar einhverju inn og færð svo eitthvað tilbaka og þegar þú færð bara einhvern og engin komment, enga umsögn, þá veistu ekkert hvað þú varst að gera vitlaust og hvað þú mætti gera betur. Það held ég að sé bara til þess að fólk geti bætt sig í námi og taka eitthvað út úr verkefninu annað heldur en að hafa klárað að fengja einhvern. Ég endurgjöfu bara tækifæri þitt til að bæta þig sjálfan, hvort sem að sé til að vera betri í námi eða bara fyrir framtíðina. Skiptir máli sem að vita hvað maður standi og geti bætt sig og tekið sig á þegar þá við. Svo ekki maður geti bætt sig í náminu og staðið sig betur.